Já, bara takk kærlega fyrir að bjóða okkur að halda erindi hérna í þessari fyrirlestraröð loksins. Þetta nú mjög áhugavert verkefni og spennandi og verður gaman að sjá hvað kemur út úr því. En í dag þá ætlum við Sunna að kynna, við áttum að fjalla gróður en við ætlum í rauninni að fjalla vistgerðir og vistgerðarflokkun Náttúrufræðistofnunar og kynna líka svona lauslega val svæða og framkvæmdaáætlun náttúruminjaskrár. Því að þetta svæði, Mýrar-Löngufjörur, það eitt af tillögusvæðunum. Og svona aðal rúsinan síðan að fjalla þessar mikilvægu vistgerðir sem finnast innan tillögusvæðinsins. En ef við byrjum bara á byrjuninni hérna, það skulum skoða aðeins þetta vistgerðarhugtak, því að það kannski fólki mistamt. Okkur kannski næra að hugsa gróðurfélög eða eitthvað slíkt. En vistgerð, það eitthvað hugtak sem að nær þá yfir svæði eða stað sem að býr yfir ákveðnum eiginleikum. Hvað varðar gróður, dýralíf, jarðveg og loftslag. Og þetta þýðir það að innan sömu vistgerðar aðstæður þannig að þar þrífast svipuð samfélög plantna og dýra. Og þessi flokkun, hún gerð ekki bara á landi, heldur líka í ferskvatni og í fjörum og jafnvel á grunnsævi. Og hún byggist á UNIS-flokkunarkerfinu sem notað í flestum Evrópuríkjum. Notkun svona samræmds kerfis, hún rauninni getur einfalda margt, hún einfaldar samanburða milli landa og svona gagnaskil. Og þá farið að nýta þessa flokkun sem viðurkennda undirstöðu bæði skipulegra náttúruverndar og svo skynsamlegra landnýtingar líka í flestum Evrópuríkjum. Hér á Íslandi var lokið við að lýsa og skilgreina vistgerðir árið 2017 og þá var fyrsta vistgerðarkortið í rauninni birt sama ár. En með þessari vinnu það fékkst heildstætt yfirlit yfir útbreiðslu og algengi vistgerða fyrir landið allt. Og þá sást að sumar vistgerðir geta verið algengar og einkennandi fyrir landið í heild sinni, en aðrar geta verið mjög sérstæðar og sjaldgæfar. Með vistgerðarvinnunni þá fengust mikilvægar upplýsingar verndargildi lands og það mjög mikilvægt gagn við gerð til dæmis skipulagsáætlana, við mat á umhverfisáhrifum framkvæmda og ýmsar ákvarðanir sem varða landnotkun og þá náttúruvernd ekki undan skilin. Þetta kerfi, það það sama og notað í Evrópu en þó var rými í því til að taka tillit til séríslenskra aðstæðna. En alls þá var 105 vistgerðum lýst á landinu og þar af 64 vistgerðir á landi, 24 í fjörum og 17 í ferskvatni. En mat á verndargildi náttúruminja, það mjög mikilvægur grunnur að skipulegri náttúruvernd og í vistgerðarvinnunni þá var metið verndargildi vistgerða og þau viðmið sem í upphafi voru notuð við þetta mat var fágætið, hversu stór eða útbreidd vistgerðin á landsvísu. Tegundaauðgin var skoðuð sem svona á. Þá var gróskan metin í vistgerðum sem svona mælikvarði af framleiðni og kolefnisforði í jarðvegi sem þá vísir á virkni vistgerðarinnar til þess að miðla vatni og næringarefnum. Í tengslum við val svæða á framkvæmdaáætlun núna sem fór fram fyrir 2 árum, þá var verndarmat vistgerðanna uppfært og inn í það voru tekin atriði eins og hvort að vistgerð væri á lista Bernasamningsins fyrir vistgerðir sem þarfnast verndar. Það var metin fjölbreytni fuglalífs í vistgerðum og sömuleiðis mikilvægi þeirra fyrir sterka fuglastofna. Og loks var mikilvægi vistgerða metið fyrir sjaldgæfar æðplöntur. Þá var verndarþörf vistgerða metin út frá aðsteðjandi ógnum og þegar allt þetta var tekið saman, þá voru ákveðnar vistgerðir settar í forgang við val svæða á náttúruminjaskrá og við vísum í þær sem forgangsvistgerðir.
Og svona, þetta kort hérna sýnir þau svæði sem að Náttúrufræðistofnun leggur til að fari á framkvæmdaáætlun náttúruminjaskrár. Þessi fjólubláu svæði hérna, þau eru valin vegna vistgerða og fuglategunda og valsvæðana, það byggist á vistgerðavinnunni og mikilvægum fuglasvæðum sömuleiðis og svo mati á verndargildi og verndarþörf vistgerða og fugla. Kannski glöggskyggnir sjá strax að þessi svæði hafa verið valin óháð núgildandi verndarskilmálum og það gert út af því að ætlunin að þessi svæði verði framlag Íslands í alþjóðlegt net verndarsvæða fyrir vistgerðir og tegundir. Með því þá Ísland að framfylgja sínum alþjóðlegu skuldbindingum í náttúruvernd sem að til dæmis Bernarsamningurinn kveður á En þau svæði sem voru valin á framkvæmdaáætlun náttúruminjaskrár, þau hafa ýmislegt að geyma. Þau geta til dæmis, eða geta haft fleiri en eitt atriði jafnvel og til dæmis þá getur verið að ræða sjaldgæfar vistgerðir eða þá algengari vistgerðir sem eru í rauninni í góðu ásigkomulagi og ferlar eru lítið skertir. Þarna geta verið mikilvæg svæði fyrir fuglategundir eða seli og mikilvægar jarðminjar eða jafnvel fossar með hátt verndargildi. Og mýrar og löngufjörur eru svæði í tillögunum og það í rauninni tekur í öllu box hvað varða lífríkisþætti og eitt svona fjölbreyttasta tillögusvæði í þessum tillögum stofnunarinnar. Það afskaplega lífauðugt og fjölbreytt og hefur að geyma mikilvægar landvistgerðir til dæmis, votlendi og strandlendi, eins fjöruvistgerðir, til dæmis ýmsar leiruvistgerðir. Þá þarna mikilvægar ferskvatnsvistgerðir sömuleiðis og svo náttúrulega svæði líka valið vegna ýmissa fuglategunda og líka jafnframt vegna sela. Og það einmitt erindi núna á föstudaginn sem greinir frá þessum vali vegna fugla og selana. Bendi ykkur eindregið á að fylgjast með því. En svona lítur tillögusvæðið út. Þetta geysistórt svæði og mætti kannski vísa í það sem svona bleika fílinn. Þetta það nær vestur eftir Snæfellsnesi sunnanverðu, það nær yfir Grunnshafi utan Eystur-Skerja, suður fyrir Álftanes og inn á Borgarnesi og fylgir síðan bara þjóðveginum og upp með landinu og þetta svona grófleg afmörkun fyrir tillögusvæðið. Nú á næstu kortum, þegar ég sýni vistgerðarkortin, þá ætla ég ekki að hafa þessa afmörkun inni en þið bara hafið þetta í huga hvernig þetta lítur út. Því allar tölur sem við fjöllum þær miðast við þennan bleika fíl, þetta svæði innan þessa afmörkunar. Ég ætla að fjalla landvistgerðirnar og áður en að Sunna tekur við fyrir fjörur og ferskvatn. En hér sjáum við vistgerðarkort stofnunarinnar fyrir land, fjörur og ferskvatn og ef við hugsum það að heildarsvæðið sem við leggjum til, Mýrar og Löngufjörur, það bil 1300 ferkílómetrar, þá hlutfall lands af því 43%, þannig eru fjörur 12% og ferskvatn 3% og restin svo sjór. Og nú skulum við halda áfram inn í landvistgerðirnar, en þetta kort sýnir einvörðungu landvistgerðir og í töflunni við hliðina sem ég hef svona gróflega reynt að hitta á svona álíka liti í þessari töflu og í kortinu en það svo sem misjafnt. En í taflan sýnir vistlendi og hlutfallslegt flatarmál vistlenda af þurrlendinu einar saman. Heildarflatarmál landvistgerða þarna 560 ferkílómetrar og þar af, sjáum við í töflunni, eru 50% votlendi. Og það ansi vel í lagt því að við vitum öll hve mikið hefur gengið á votlendisvæði á Íslandi með tímum framræslu og
til dæmis ef við myndum skoða vistgerðarkort fyrir Suðurland, þá væri mun minna votlendi sem að þar væri skráð. Og það ekki ástæðulausu að þetta svæði valið meðal annars vegna votlendis vistgerða. Þarna mætti kannski benda á líka að 20% svæðisins skráð sem mólendi. Þá þarna tæp 8% skóglendi sem þá náttúrulegi birkiskógar, kjarrlendi. Þarna strandlendi 3% sem nú frekar fágætar vistgerðir. Melur og sandlendi sem eru vistgerðir auðna, oft svona rofin svæði, þau þannig 4% sem gefur nokkurn veginn til kynna að þarna hefur ekki mikið rof átt sér stað. Þá getur líka bent hérna á að þarna hefur lítil skógrækt farið fram og lúpína hefur ekki náð mikill útbreiðslu. Mýrar og Löngufjörur, tillögusvæði, það valið vegna nokkura forgangsvistgerða sem finnast á strönd til dæmis, sjávarfitjungsvist, hún finnst hérna í miklu mæli og í rauninni þá finnst 46% þessara vistgerðar innan þessa tillögusvæðis. Þá þarna votlendisvistgerðirnar staðarungsmýravist og runnamýravist sem eru mun algengari vistgerðir á landsvísu, en þarna mjög vel varðveitt dæmi þessar vistgerðir. Þá þarna líka gulstarafitjavist og kjarrskógavist sem líka forgangsvistgerðir, en það svæði ekki valið vegna þeirra. Og nú ætla ég að kafa þess ofan í þessar vistgerðir sem þykja hafa hátt verndargildi á þessu svæði. Og ef við byrjum við ströndina, þá ætla ég að byrja að fjalla hérna þessum sjávarfitjungsvist. En þetta svona votlendi svæði við efri mörk fjörunar og yfirleitt þetta hallalítið land og þarna flæðir sjór yfir í stórströmmi og áhlaðanda. Og þessi vistgerð, hún mjög mikilvæg fæðuöflunarsvæði fyrir fugla, einkum andfugla og til dæmis sækir margæs mikið í þessi svæði sem og vaðfuglar. Þessi vistgerð, hún finnst á sjávarflæðum inn í flóum og fjörðum og mest á landsvísu við Faxaflóa og Breiðafjörð. Á Mýrum og Löngufjörum finnst þessi vistgerð til dæmis við Stakkhamar og Skógarnes, Núpanes og Akrás, svo dæmi séu nefnd. Og verndargildi hennar hátt og þessi vistgerð á lista Bernarsamningsins. Ef hann einstaklega fallegur lofti sé líka. Þarna, eins og ég nefndi áður, þarna vel varðveitt dæmi votlendisvistgerðir sem eru í góðu ásigkomulagi. Og þarna til dæmis vistgerðin staðarungsmýravist sem svæðið nú valið fyrir, en slík vistgerð, hún yfirleitt á algrónu landi þar sem jarðvatn stendur hátt. Þetta land vaxið mýrastöður og fleiri votlendistegundum og bæði á sléttlendi og í hlíðum, en þar sem blautara, þarna geta verið vætlaðar lækjur mýrarnar og þar sem blautara oft mýrelting mjög áberandi. Jarðvegur mýranna að sjálfsögðu lífrænn og þykkur og mjög ríkur á kolefni og í staðarungsmýravistinni vatn líka steinefnaríkt og landið yfirleitt mjög frjósamt. Ég sýni hérna staðarungsmýravist hérna vinstra megin, en svo hægra megin þá hérna runnamýravist sem að mörguleyti með svipaða eiginleika. Þetta líka algróið land og blautt, en það kannski einhver leyti þýðara og þar þrífast ýmsir smárunar eins og bláberalyng eða fjalldrapi, krækiling og beitiling. Og svo getur verið mikil barnamosi í þessum þúfum og rimum. Báðar þessar vistgerðir, það þykja svona vera í meðallagi ríkar af æðplöntutegundum en þær hýsa mjög ríkulegt fuglalíf. Þær finnast í raunar í öllum landshlutum þar sem grunnvatnsstaðan há og staðarungsmýravistin bæði á hálendi og láglendi. Þær báðar með mjög hátt verndargildi og á lista Bernarsamningsins.
En þessum vistkerfum hefur verið raskað allt land, enda eftirsótt landbúnaðarlönd. Staðarhúsmýravist mætti kannski segja að væri svona einhverjum að finna í Staðarsveit og eru til dæmis Glámsflói og Laxarbakkaflói svona nokkuð vel góð dæmi votlendissvæði með staðarhúsmýravist, en kannski runnamýravist væri kannski meira að finna sunnan til á mýrum. Nú það eru aðra vistkerfi þarna en það sem svæði var valið fyrir sem að hafa hátt verndargildi. Sem dæmi mætti nefna Kjarrskógavistina sem eru lágvaxnir og ósamfelldir skógar og kjarr af birki og lyngróðri. Í þessu kjarri eru frekar svona fjölbreyttar æðplöntutegundir og fléttutegundir. Þá vistkerfin, hún í töluverðri sókn á landsvísu og hefur svona aukið útbreiðslu sína þó nokkuð frá því 1990 og þetta á við í rauninni allt land. Og víða vistkerfin mikilli sókn í nútímarhraunum. Önnur vistkerf sem hefur hátt verndargildi, hún er ekki valin samt sem forgangsvistkerf, en það grashólavist. Hún svona graslent vistkerf sem finnst á strandsvæðum þar sem sandhólar hafa gróið upp og mynda vel grónar öldur og hóla upp á ströndinni. Það gefur að skilja að það jarðvegur nokkuð sendin og frekar svona lágt kolefnisinnihald. Þetta sjaldgæf vistkerf hérna á Íslandi þótt svo mögulega séum kannski eitthvað vankortlög, en hún finnst á frekar svona samfelldu svæði á sunnanverðu Snæfellsnesi. Ég veit ekki hvort þið sjáu þetta kort hérna fyrir ofan myndina af grashólavistinni að það svona ljósgræn belti meðfram ströndinni sem kortlögð grashólavist. Þessi vistkerfi á lista Bernarsamningsins enda svo mikil ásókn í svona strandlandi víða á meginlandi Evrópu, meðan kannski þessi svæði hafi ekki alveg fengið þessa athygli hérna á Íslandi. Ég náttúrulega rauninni voru lítið minnst á moldina í þessari umfjöllun, en hérna ákvað að hendi einni glæru varðandi hana. Því að moldin að sjálfsögðu undirstaða svo margs. Hún undirstaða fæðuframleiðslu og svo bindur hún geysimikið kolefni og stærsti kolefnisgeymurinn á þurrlendi jarðar. Og þess vegna moldin afskaplega mikilvægur þáttur í samhengi við loftslagsbreytingar. En þá kannski þessir eiginleika moldarinnar að miðla bæði vatn og næringarefnum þar sem grundvöllurinn bæði heilbrigðum vistkerfum og það að við töpum moldinu úr vistkerfinu, það alltaf mjög neikvætt og við getum tapað henni með rofi eða það að gróðurþekjan opnist af því að íslenskur jarðvegur mjög rofgerð. Og að mynda svona moldarjarfi aftur, það tekur mjög langa tíma og árhundruð jafnvel og oft afskaplega mikið inngrip til að byggja þessi vistkerfi upp að nýju. Og þess vegna afskaplega mikilvægt að við nýtum moldina með svona sjálfbærum hætti. Og ég eiginlega treysta það að ég gerir ráð fyrir því að í komandi fyrirlestrum verði kannski fjallað þessa möguleika sem fylgja moldinni í endurheimt votlendis eða landgræðslu. Ég ætla ekki að fara meira í það hér. Ég var búin að lofa líka að fjalla þessum sjaldgæfu plöntur. Það alltaf einhverju sem hafa áhuga á plöntum. Ég sé að ég komið með einhvern búin að tala í talsverðan tíma. Ég ætla ekki að sniða Sunnu sinn tíma. En kannski örlítið hérna sjaldgæfar plöntur sem finnast á þessu svæði. Þá eru þarna 3 plöntur á válista. Sú sem finnst í raun á 2 stöðum á landinu heild tjarnablaðkan. Hún fundin á Flóa á Suðurlandi og svo í vatni við Syðrigarð á Snæfellsnesi. En þetta mjög sjaldgæf jurt og hún vex í svona grunnum stöðuvötnum eða tjörnum. Þetta ferskvatsplanta. Svo önnur sjaldgæf jurt hérna, lónajurt.
hún þrífst hins vegar í svona ísöltum tjörnum og sjávarlónum. En hún finnst hvergi frá Mýrum alveg austur í Hornafjörð, en vex síðan svona dreift landið. Á Mýrum þá fundarstaður svona í grennd við Haffjarðará. Það einn þekktur fundarstaður þessari tegundar. Nú, ég hef númera myndirnar hérna A, B, C, þannig að þið getið tengt plöntuna við myndina. Þá sandlæðingur, það líka tegund af válista og talin í nokkura hættu. Hún vex aðeins á sjávarfitjum og það eru skráðir 11 fundarstaðir á landinu fyrir þessa tegund og eru langflestir á svæðinu frá Stakkhamri Mýrar og Leirársveit að Leiruvogi í Mosfellssveit. Við Álftanes á Mýrum þar eitt af aðalvaxtarsvæðum sandlæðingsins, þar sem hann vex svona fremur strjált. Þarna vex hann með sjávarfitjungi og kattartungu og flæðastur ásamt svona fleiri tegundir sem finnast oft í sjávarfitjungsvist. Svo eru náttúrulega fleiri sjaldgæfa tegundir hérna á þessu svæði þótt þær séu ekki endilega válista. Og þessi tegundir mætti nefna hérna fölvastur sem algengust á Mýrum og svo á Úthéraði en mjög sjaldséð annars staðar. Og hún vex svona þar sem flóarnir eru blautastir og landið svona dúar undan fótunum. Þá marhálmur svona algengastur á vesturströnd landsins en sjaldgæfur annars staðar og hann vex í leirugum botni í fjörðum eða grunnsafi og getur verið á kafi í sjó eða að hluta upp úr á fjöru. Önnur nokkur sjaldgæf jurt síðan sóldöggin sem vex á mosavöxnum mýraþúfum og hún svona ein fárra ránplantna hérna á landinu og þrífst á því að veiða sér smádýr til matar. Skollakambur burknategund og hann bundinn svona við snjóþung láglendisvæði og finnst í Þjófhellisrjóðri í Eldborgarhrauni. Og þar finnst sömuleiðis glómosi sem sjaldgæf mosategund á Íslandi og finnst þarna einungis á þessu svæði þar sem að jarðhita gætir á yfirborði hraunsins. Mosinn hins vegar hann vex víða í Skandinavíu og í Evrópu. En nú ætla ég að láta þetta duga fyrir landið og gróðurinn og ég ætla hérna að losa þessa sýningu og gefa Sunnu orðið. Já, þá ætla ég að fara aðeins yfir fjöruvistgerðirnar og svo aðeins stuttlega yfir ferskvatnið. Ég verð nú ekki alveg langmál og nólga. En fjörusvæðin eru allfjölbreytt. Þetta á grunnsæfi á þessu svæði mikill fjöldi af eyjum og hólmum og skerjum. Og við ströndina þá fjörubæðurinn að mestu víðáttumikla leirur og sandfjörur eða sjávarfitjur. Brimasemin lítil á nánast öllu svæðinu. Það þá ekki nema rétt yst á skerjum að suðaustanverðu þar sem brimasemin metin allnokkur, annars hún meðfram strandlengjunni að mestu leyti talin bara mjög lítil. Margar fjöruvistgerðir finnast á svæðinu, það þá bæði í grýttum fjörum og í setfjörum. Grýttufjörurnar og þangfjörurnar þær finnast þó í mun lægra hlutfalli heldur en setfjörur á svæðinu. En þar sem að það svona skýlt bæði með sandrifjum og einnig með skerjum að þá geta komið fram í svona víðáttu mikil leirusvæði hérna. En almennt séð þá eru fjöruvistgerðirnar sem finnast hérna margar og þegar við að vistgerðarflokka fjörur þá þetta svona hierarkía. Grýttarfjörur það hægt að flokka þær niður í þangfjörur meðal annars og þangfjörur það má svo flokka nánar eftir þangtegund. Svo það eins með sandfjörurnar, það hægt að flokka þær niður leirur og leirur síðan hægt að flokka nánar. Svo þetta svona aðeins kannski flokknari vistgerðarflokkun heldur en á landi og oft mitt koma fram, kemur svona mikil mósaík fram í landinu. En eins og Olga minntist þá voru forgangsvistgerðir valdar út frá verndargildi og ógnum sem steðja að vistgerðinum og
þannig voru valdar 5 forgangsvistgerðir innan þessa svæðis. Það eru Árósar, Gullþörungaleirur, Marhálsgræður, Skeraleirur og Sandmaksleirur. Útbreiðsla þeirra innan afmarkarsvæðisins mishátt hlutfall vistgerðarinnar á landsvísu. Þar eru Gullþörungaleirur og Sandmaksleirur báðar með mjög hátt hlutfall. Munurinn á þessum 2 vistgerðum samt sá að Gullþörungaleirur hafa mjög takmarkaða útbreiðslu. Þær eru ekki nema 1,5 ferkílómetrar innan svæðisins, en það dugar samt til þess að þetta 63% af flatarmáli vistgerðarinnar á landsvísu. Á meðan er flatarmál sandmaksleira hátt, þetta eru 60 ferkílómetrar innan svæðisins og það eru tæplega 40% á landsvísu. Ég ætla svo aðeins að fara betur yfir þessar forgangsvistgerðir á næstu glæru bara, en fjörur fengu oft í þessi tilnefningarferli svona undirsvæði innan stóru útnefningarsvæðina. Þetta vegna þess að fjörusvæðin þau eru oft í eðli sínu mun minna flatarmál auðvitað heldur en landvistgerðirnar og þannig þá geta þau bara týnst svolítið á svona stóru svæði sem verið að afmarka. Og þá var valin bara svona sérstök undirsvæði og þetta svæði sem var valið hér, það fjörulengjan frá bara Borgarnesi alveg frá og norður að vestri Búðari, sem gegn Knarranesi. Og þetta svæði var valið sérstaklega, var reynt að undirstrika það því að þarna eru mjög fjölbreyttar fjöruvistgerðir. Og það eru til dæmis Marhálsgræður, þar eru Árósar og Gullþörungaleirur og svo einnig inn á milli víða bara býsna stóri leirublettir, sérstaklega á Skera og Sandmaksleirum. Þá ætla ég aðeins að fara yfir þessar vistgerðir sem voru flokkaðar sem forgangsvistgerðir. Þessar 5, fyrst voru það Árósar, það neðri hluti árfarvegs þar sem árvatn og saltur sjór mætast. Og straumurinn hann oftast frekar mikill og sjávarfjalla gætur upp að einhverju marki. Seltan hún getur verið frekar breytileg eftir sjávarföllum. Hún getur þannig sveiflast allt frá því að vera nánast bara ferskvatn og yfir í nánast fullsaltan sjó. Þar sem að ósarnir eru straumlitlir, þar getur setið safnast upp og mynda býsna víðáttu mikla svona sand- og leirufláka sem eru þá koma á þurrt þegar það fjarar út. Þar sem að sjávarföllin hafa mikil áhrif á seltuna, þá hefur það sjálfsögðu líka áhrif á lífríkið og það mjög bundið að þessu. Það eru þá oftast sjávartegundir, svona hafrænar tegundir af dýra sem að maður finnur næst sjónum, þar sem að seltan mest og svo eftir því sem maður fer lengra nær ferskvatnsuppsprettunni, þá maður komin í fleiri tegundir sem eru ferskvatnsættaðar. Árósarnir geta verið býsna langir og einna lengstur Langarós á Mýrum, hann um 10 kílómetrar. En þessi vistgerð að öllu jöfnu frekar lítið rannsökuð en hún á lista Bernasamningsins yfir vistgerðir sem þarna stendur. Gullþörungaleirur eru einkenndar af ættkvísl þörunga sem heitir gullþörungar og þær mynda oft svona þunna dökkgræna mottu á yfirborði leirsins seinni hluta sumars. Og það oftast nokkuð af svona áburðaríku lífrænu efni í setinu og það sem einkennir þessa leirugerðir að þær þurfa mjög mikið skjól. Þær eru rosalega skjólríkum stöðum, innst í fjörðum og víkum og það þarf oftast að vera einhvers konar ferskvatnsinnstreymi. Undirlag fínn leir og það oft samt frekar stutt niður á súrefnissnautt. Það að öllu jöfnu frekar lítið dýr í þessum leirum og það oftast, þarna eru ríkjandi bara gullþörungar en einnig koma fram ánar og rykmýslirfur. En vistgerðin almennt sér frekar lítið rannsökuð, það lítið vitað til dæmis fuglalíf sem sækir í það sérstaklega. Þá færum við okkur yfir í vistgerð sem heitir Marhálsgræður. Þetta byggir þá á því að einkennistegundin marhálmurinn sem að Olga fjallaði aðeins áðan sem sjaldgæf tegund svona almennt. Þetta til dæmis frekar útbreidd vistgerð í Álftanesvoginum. Þá þetta frekar fínkornótta leirur með frekar stórum breiðum á marhálmi. Marhálmurinn þessi graskennda æðplanta og einkenni mjög vistgerðina. Seltan frekar breytileg og marhálmurinn mjög einstakur með það að hann þolir mjög breytt seltubil og það eru bara mjög fáar æðplöntur hér á landi sem vaxa í fjórum sem þola þetta mikla seltubil að fullsaltur sjór fellur yfir stundum og stundum á þurru.
Vistgerðin mjög tegundarík vegna þess að vegna marhálsins þá safnast lífríkur massi í leiruna sem dregur að sér ýmsar tegundir annarra lífvera. Það sérstakt hér á landi að það eru nánast engar ásætur á marhálmunum, eins og mjög algengt nánast alls staðar annars staðar. En það kom upp sýking hérna upp úr 1930 sem að eyddi marhálmi bara mest úr fjörunum í Norður Atlantshafi, bara eins og að lagði sig. En hann svona að ná sér betur á strik aftur og hann ekki orðinn jafn algengur og áður og þetta svolítið vandasöm vistgerð, það erfitt að greina á loftmyndun, þannig að það verður oftast að fara á staðinn, svo það mjög sennilegt að hún sé svolítið vanmetin útbreiðslan í vistgerðarkortlagningunni. Og oftast þetta á stöðum það sem að fjaran þornar aldrei. Þess vegna ferskvatnsinnstreymi svo mikilvægt að heldur aðeins raka í leirunni. Og þetta oft við árosa og oft í sjávarlónum, svoleiðis að það verður kannski aldrei þessi sami þurrkur. Svo eru það sandmassleirur sem eru sérstaklega algengar á bara mýrum og löngufjörum, kaldar og svo víðar á svæðinu. Þá þetta frekar fínkornóttaleirur þar sem að sandmaðkur, sem bustormur, einkennistegundin og það oft auðvelt að þekkja sandmassleirurnar því að það komur svona hraukar á yfirborðið sem að margir þekka úr förum sem eru frá sandmaðkinum. Þetta geta verið ótrúlega breiðar og víðáttumiklar leirur sem eru frekar flatar og stundum svona í skikar af öðrum tegundum vistgerða inn á milli. Það eru margar dýrategundir sem grafa sig niður í setið á þessum leirum, þó maður kannski sjá ekki mikið á yfirborðinu, en það til dæmis bustormurinn lónatreifill oft mjög áberandi. Hann svona pípormur sem að standa oft upp úr leirinu og maður getur svona séð hann í yfirborðinu. En brúnþörungar til dæmis stærri, þeir eru frekar sjaldgæfir. Það getur verið smávaxið tang kannski sem að næra að festa sig á steina í leirunni eða stöku kræklingsknippi. Og þá getur það myndað í rauninni alveg svona sérbúsæði sem að geta leita skjóls þar. Og svo neðarlega á þessum leirum þá geta komið oft upp marhólmar líka. Svo síðast af þessi forgangsvistgerðum, þá það skeraleiran. Þetta eru mjög gróðurlitlar leirur. Þær eru með frekar fín kornóttsett og það sem einkennir þær að sjórinn seltu lítill. Þarna alltaf eitthvað ferskvatnsstreymi að koma fram. Það einkennistegundin leiruskeri sem að grefur sig niður í setið og hann getur fundist í ótrúlega miklu magni. En þetta tiltölulega fábreytt dýralífi að öðru leyti. En þetta oft við einmitt svona eins og óseyrar og getur verið fyrir ofan sandmassleirur, þar sem að ferskvatns hlutfallið ennþá herra heldur en neðar. Þá bara örstutt yfir í ferskvatnið. Þetta auðvitað mjög einkennandi fyrir svæðið. Það ferskvatnið og það hefur áhrif á hvaða aðrar vistgerðir eru þarna og hversu votlent svæðið Mjög áberandi eru flatlendisvötnin, þau eru ljósbláu, kannski sjást ekki alveg nógu vel, þetta litaskema. Og þau hafa langhæsta hlutfall flathámáls á svæðinu af ferskvatni. Það mjög merkilegt á svæðinu mjög mikið lítt röskuð vötn. Þau eru samtengd með lækjum og votlendi og það óvenjulega hár fjöldi lauka sem vaxa í votninum þarna. Og til dæmis í vatnsholtsvötnunum þá finnast 2 tegundir lauka, tjarnalaukur og álftalaukur. En fyrir utan þessar 2 vistgerðir hérna sem ná mesta hlutfallinu, flatlendisvötn og laukavötnin, þá eru það strandvötnin. Það eru svo sandvatn og bergsteinsvatn og þar að dýralífið aðlaga því að það sé einhver selta til staðar. Svo eru 2 vistgerðir af ám. Það á berggrunni sem eldri en 0,8 milljóna ára og annarkvort undir 12% votlendis á vatnasviði eða yfir. Það eru þessar 2 forgangsvistgerðir í ferskvatni. Það eru flatlendisvötnin og laukavötnin. Og ég vona að þið sjáu þetta nú, en flatlendisvötnin eru þessi vötn sem dreifast hérna yfir allt, sérstaklega eru þétt á mýrunum. Býsna mikið flatamál eða rúmlega 23 ferkílómetrar og 11% á landsvísu. En þau finnast víða á Íslandi og almennt á láglendi. Laukavötnin eru dökkblá, Sauravatn, Másvatn, Reyðarvatn og Vatnsholtsvötnin. Og þetta mun sjaldgæfari vistgerð á landsvísu, en þau finnast á láglendi eins og flatlendisvötnin. Flatlendisvötnin eru þessi mikill meirihluti í þessu vistgerðarverkefni en þá var farið á Baugavötn, Brókarvatn og Hólsvatn og þau eru oftast frekar lítil og vel gróin, oftast bakkarnir og frekar grunn, flestir þau meira segja grynnri heldur en 2 metrar
Og loftgróður, sem sagt plöntur sem vaxa upp úr vatninu, eru áberandi við bakkana og þekja vatnagróðurs getur verið ótrúlega mikil. Þeir eru oftast frekar næringarefnasnauð, en sum þeirra geta þó verið ríkari. Það tiltölulega mikill breytileiki í þessu og þetta eru fuglaríkustu vötn landsins. Þarna eru endur einkennandi, svo sem eins og skúfönd og duggönd, sums staðar finnast flórgoðar og þetta er eina af þessum vistgerðum sem eru á lista Bennasamningsins, yfir vistgerðir sem þarna stendur. Laukavötnin eru merkilega fjölbreyttur hópur, þá er svolítið undirstöðuatriði að vatnasviðið sé vel gróið, en það er mjög misjafnt, oft eru bakkarnir frekar grýttir, en gróðurþekjan á mjúkum botni er yfirleitt mikil og geta verið mjög svona tegunda fjölbreytilega fyrir geði. Þarna er fuglalífið oftast aðeins fábreytilegra. Það er helst þá eins og toppönd, en þú veist, þar sem að fuglalíf kemur fyrir þá getur það verið ágætt svo sem eins og endur og flórgoði og því um líkt. En þetta er líka á lista Bennasamningsins og þessi vötn eiga það einmitt sameiginlegt, þau eru næringarlítil á öllu jöfnu, finnast á láglendi og það gerir þau svolítið viðkvæm fyrir næringarefna álagi sem getur til dæmis borist út í vötn, sérstaklega þegar þau eru mjög grunn. Þá getur breyst mikið eins og gróðurfarið eða fer að berast mikið af næringarefnum í vötnin. Það er bara örstutt að minnast á þetta, að í náttúruverndarlögunum þá er tekið sérstaklega fram að votlendi stærra en 2 hektarar og 200 metra frá skurðum, sjávarfitjar, leirur og stöðugt og tjarnir sem eru stærri en 1000 ferkílómetrar, þau falla undir þessa grein, 61. greinum, sérstaka vernd tiltekinna vistkerfa og jarðminja og því má ekki raska þessum vistkerfum samkvæmt lögum nema brýna nauðsyn beri til. Það er til sér hérna kortasjá hjá Náttúrufræðistofnun sem sýnir þessi svæði og finni hana hérna undir sérstökvernd.ni.is og það er sem sagt einu af okkar lagalegu skildum Náttúrufræðistofnunar, það er að halda þessa skrá yfir þessi svæði. Þá er það bara síðasta glæran, Olga, ef þú hefur svo eitthvað fram að færa, annars bara klárum við þetta og þökkum fyrir okkur, að auðvitað lífríkið á Mýrum Löngufjörum tilefnasvæðinu mjög hátt. Verndargildið er mjög hátt, eins og Olga sagði þá tekur þetta í öll bóksin. Það er landvistgerðir, það er fjöruvistgerðir, það er ferskvatnsvistgerðir og það er dýralífið. Og þið getið kynnt ykkur þetta og megið alveg endilega gera það. Vistgerðirnar hafa sína eigin kortasjá sem heitir vistgerðarkort.ni.is og náttúruminjaskrástillögurnar er hægt að finna hér á náttúruminjaskrá.ni.is. En að því sögðu, þá er eins og sérstaklega með vistgerðarkortið, þá er þetta alltaf eiginlega hægt að segja að þetta sé verk í vinnslu, svoleiðis að það má alveg endilega koma með ábendingar ef það er eitthvað sem, ég finna það þekki nú engin landi betur heldur bændurnir sem búa þar, svoleiðis að ef þið hafið einhverja ábendingar eitthvað sem betur má fara og ef það eru einhver sérstök lífríkissvæði á Mýrunum og sunnanverðu Snæfellsnesi, þá má alveg endilega koma þeim ábendingum til okkar. Ég held þetta sé frábært verkfæri þetta verkefni logn að stuðla að náttúruvernd þar sem að bændur eru í lykilhlutverki. Þetta er eitthvað sem að bæði samfélag og lífríkið getur notið mikils ávinnings af. Olga, viltu bæta einhverju við? Ég held þú hafi bara sagt allt sem að ég var búin að setja í kollinu fyrir þetta, fyrir lokaorðin. Ég vona bara að við höfum ekki, það er náttúrulega endalaust hægt að fjalla þetta svæði þegar séð og við fórum yfir þetta í miklum fljótagangi en vonandi hefur þetta gefið einhverja innsýn hvað svæði hefur að geyma. Já, nákvæmlega. Ég held það. Já, takk hérlega fyrir. Þetta var mjög vel kynnt og flott efni sem þið voruð að sýna okkur hérna. Og ég held að þetta sé einmitt fyrir bændur að geta líka nýtt sér, það þarf kannski að kynna þeim betur eins og vistgerðarkortin og annað slíkt og tengja þá kannski svolítið inn í. Já, algjörlega. Að það þarf að finna bara heppilegan vettvang til þess að tengja saman þessi verkefni, bæði hvort sem þessi vistgerðarkortlagning eða náttúruminjaskrá. Já. En er einhverja spurningar? Já, það eru. Bera fram.
Það einhverju spurningar þarna í kommentum, sko. Já. ég farið við þau einmitt. Það frá Iðunni, hérna, Hauks, hversu sjaldgæft að það finnist 2 laukar í vatni og hversu slæmt það fyrir vatn að skurðir liggja beint út í þau? Það mjög góð spurning. Nú ég sjávarlíffræðingur. Nei, heyrðu, ég bara beðið á afsöku það, ég hef merkt myndina vitlaust, þetta sé Vatnsholtsvatn. En já, sko, laukategundir í vötnum eru ekki mjög algengar hérlendis. Það eru aðalega þessi fiskar sem heita laukavötn, sem þetta þar bundið við. Svo þetta svona jú frekar merkilegt að finnist þarna þessar 2 tegundir í sama vatninu. Svo hversu slæmt það fyrir vötn að skurðir liggi beint út í þau, það fer svolítið eftir vatninu og eftir landnýtingunni. Þetta vatn til dæmis ef viðstuðtíminn stuttur, sem þetta mikið streymi í gegnum vatnið, þá næringarefna álagið minna því að vatnið meiri endurnýjun í gangi í vatninu. En almennt séð þá nefnilega að því að íslensku vatn eru frekar næringarefna snauð, svoleiðis að þetta aukna álag sem getur komið af landi getur haft áhrif á samfélögin sem finnast í ferskvatni. Og þetta verið að skoða þetta undir innleiðingu annarra laga sem heitir lög stjórn vatnamála. Þar einmitt verið aðeins að kanna þetta. Hvar liggja skurðir til dæmis beint út í vötn? Af því að þá það kannski aðeins að fara að skoða hver ákoma næringarefna af ræktuðu landi, beint út í ferskvatn. Auðvitað erum við ekki að tala um neitt álag meða við kannski önnur lönd. Hér vatn í mjög góðu ásökumulagi meða við annars staðar. Ég var á fundi þessi stjórn vatnamál í morgun, þar sem við vorum aðalega kvart yfir því að við þurfum að setja svona vistgerðarflokkun frá því að vatnið sé í mjög góðu ástandi, gott ástand, sæmilegt og ekki viðunandi. En málið við höfum ekkert viðmið fyrir neitt nema gott ástand, því að það ekkert vatn á Íslandi sem við getum látið falla minnst það nefnir í góðu flokkana. Svo við getum ekki búið til viðmiðsflokka fyrir neitt verra heldur en það. Já, takk. Og svo hún hérna Ragnhildur sem að velta upp þessu sem við komum hérna inn á rétt áðan, hvernig við getum unnið áfram með tengingu landeigenda og bænda og sérfræðingar og svona komið þessum upplýsingum áfram, hugsun saman hvernig staðan og hvað hægt að gera til að gera gott betra. Og ég held að kalla ykkur bara Vestur og Snæfellsnes með þessi. Má ég fylgja þess aðeins eftir Sigurður, bara örstu? Endilega, alveg endilega. Ragnhildur hérna á Snæfellsnesi, mér finnst bara takk fyrir, þetta var mjög fróðlegt og takk fyrir þetta verkefni og ég er búin að fylgjast með þessu núna frá byrjun og hérna með honum Sigurði og við settumst niður með formönnum búnaðarfélaganna og svona. Og ég rosalega bara spennt og glöð með þetta, en samt ég svo óþolinmóð. Mér langar, ég til dæmis búin að vera að horfa á þá sem eru á þessum fyrirlestri og mér vantar bændurna mína sem ég búin að vera að snúa upp á hendina á og segja að þetta alveg frábært tækifæri, geta hlustað og svona. Auðvitað voru kallar og allt það, en við þurfum samt að byggja þessa brú og við þurfum að fá eins mikið út úr þessu verkefni og hægt Og nú bý ég hérna á sunnanverðu Snæfellsnesi og með vatn og á og læki og þekki flestar þessar einkennistegundir sem voru að sýna hérna. Og ég held að við myndum ná bændunum svolítið ef við fengjum bara svona alþýðlega flotta fræðinga til að fara með okkur í vistgerðargöngur og við myndum nálgast þetta með þessum svona jákvæða tóni sem svo ótrúlega mikilvægur. Ekki bara, þú veist, já, þið vitið, við þurfum að, við þurfum að vinna saman, alveg bara það grundvallaratriði eins og ég veit að allir vilja gera. Og ég er búin að vera að fylgjast með þessari vistgerðarflokkun lengi og þú veist, þetta bara mjög spennandi, verk í vinnslu og allt það, en mér finnst eins og, það svo ótrúlega mikil tækifæri að fá bændurna með, eins og þið sögðu réttilega, sem þekkja landið sitt svo vel og vita, þú veist, hvað vötnin heita, hvaða tegundir eru þarna. Við þurfum að tengja. Og nú spyr ég þig kannski Sigurður, með hvaða hætti getum við, eins og skurðir sem liggja beint í vötn, þú veist, ég veit að það eru margir bændur hérna sem að bæði hafa verið og vilja fara í framkvæmdir í sambandi við votlendi, en eru svona, þú veist, ætla líka náttúrulega að bara vera áfram bændur og ætla að fá framleiðinu á sitt land. Þess vegna þetta svo spennandi, þessi nálgun eins og við erum að fara í hér. Hérna, ekki lengur spurning, þetta kannski líka hugleiðingar, en Sigurður, hvað getum við gert meira núna? Já, mér finnst alveg frábær hugmynd þessi sem þú hendur upp á náðana að setja upp svona vistgerða göngur. Ég svona verið að velta upp hugmyndinni að
að bændur geti tekið að sér að fara í göngur sitt land og segja frá, en svo var líka gaman að fá sérfræðingana og jafnvel saman. Ég held að það var þetta að skapa svolítið skemmtilega stemmingu þannig. En sko varðandi svo framkvæmdir við að setja í skurði og leiður á milli vatna við fáum í næstu viku 2 fyrirlestra í raun það efni svolítið frá því hérna Jóni Jóhannesi Guðbrandsinni og Iðunni Hauksdóttur. Þannig að þau ætla svolítið að leiða okkur eins í sannleikanum það, en það held ég þetta bara að tala svolítið saman og þróa þetta þannig áfram. En þetta, tekur svolítið hægt og ég tek undir það, maður vildi sjá fleiri bændur, en við erum búin að reyna mikið að deila þessu út og þannig að, en þetta fer held ég hægt og sígandi inn samt. Já, við verðum að hafa þolinmæði, svona góðir hlutir þeir gerast hægt og svo erum við tækifæri líka í því að geta að skoða þessar upptökur eftir á. Það geta ekki allir verið náttúrulega viðstaddir akkurat þegar þetta í loftinu. Við skulum bara vona að þetta fái mikið áhorf. Þetta er gríðarlega verðmætt að fá svona gott efni til að geta það miðlað út. Það er alveg frábært. Hérna, mætti ég aðeins fá orðið? Já, endilega. Jóhannes heiti ég, er mýramaður á uppruna og vinn hjá Hafrannsóknastofnun á Hvanneyri núna. Það er hérna kannski athugasemd við þessa vistgerðarflokkun á straumvötnum að manni sýnist svona að skoða kortasjána að þessi kortlagning sé bara eftir. Það er bara eftir að fá að ríja hana. Eins og þið eru með flokk hérna kaldar lindir og það er gríðarlegur fjöldi kaldara linda á þessu svæði fyrir ofan veg. Eins Ármósa straumvötn, til dæmis Hítara og Mýrum, myndi ég halda flokkist á stórum hluta undir það. En hún er bara flokkuð sem ár á hérna eldri berggrunni með votlendisárifum. Og til dæmis staðar á Snæfellsnesi að þar er hérna myndi ég líklega flokka sem aðplönduðu straumvatn. Þetta er bara mjög góður punktur sem kemur í ljós þegar svona staðkunnir. Já, þetta er líka bara til í opinberum skýrslum frá okkur, sko. Já, að það er líka bara... Og líka kannski að þegar það eru lýsingarnar á straumvötnum og stöðuvötnum að það er eins og fiskur sé ekki til. Jú. Get ég fría með þessu? Nei, ég veit að þið eru báðar kannski frekar nýjar, sko. Já, ég meina, ég er sjávarlíffræðingur, sko. Ég held að það er nefnilega svolítið vandamálið að vatnalíffræðingar kom ekki að þessu. Jú, þetta var nú reynda gert að vatnalíffræðingum. Ég kom ekki að þessu til dæmis. En málið er líka að þetta er allt saman í mikilli endurskoðun með varðandi ferskvatnið. Af því að það er verið að reyna að halda svolítið svona evrópskri línu í þessu og það bara hefur gengið mjög misvel að gera það. Af því að vatn hefur bara mjög mikla sérstæðu hér á Íslandi. Við erum bara að tala um vatn sem að rennur á allt öðru í berggrunni og aðstæður eru bara mjög ólíkar hér og þetta svona, eins og þú segir, það bara eru ýmsir gallar á þessu sem að þarf að skoða vel og þetta er svo sem allt saman í endurskoðun eins og það er í allri Evrópu. Það er reyndar af því að Evrópa er í allt öðrum vandræðum heldur en við, að þeir eru lent í vandræðum með að flokkast allt vitlaust út af mengun. Þeir bara eru að flokka alls konar mismunandi mengað vatn í mengaða flokka og hafa ekki hugmynd hvað er í rauninni náttúrulegt vatn að verða, sko. En eins og segir, þá bara við tökum endilega á móti öllum athugasemdum. Bara senda það á einhvern annan heldur en mig. Nei. Nei, þetta er sjálfsögð umræða sem þarf að taka líka, ef það er hægt að gera betur. Já. Það er bara mjög eðlilegt. Því að þetta er einmitt flokkað sem, sko, held ég, með mikið hátt verndargildi, kaldarlindir og Ármósa straumvötn og það. En kannski hluta af því að þetta sé ekki búið að kortleggja þetta almennilega, þannig við vitum ekki beint. Sérstaklega köldu lindirnar, sko. Þær eru ekki,
Það er búið að taka saman ýmislegt köldu lindirnar í sérstöku vernd vefsjónu. Já. Ég myndi skoða þær helst þar. Komið sæl, ég heiti Ásdís Haraldsdóttir á Álftanesi. Ég setti nú inn þarna smá athugasemd en það hefur ekki komið fram. En ég tók undir orð Ragnhildar. En það sem að mikið fjallaði einmitt jörðina mína, þá finnst mér svolítið skrítið hvað ég hef eiginlega ekkert, það hefur enginn haft samband með, enginn spurt neitt og mér langar svolítið að vita af hverju það af hverju ekki meira samráð við þá sem að búa á stöðunum. Vitið þið það? Ég get nú kannski ekki svara beint fyrir það þegar þetta var unnið en það náttúrulega núna þegar það verið að fara að kynna svæðin að þá kannski kemur vettvangurinn fyrir samráð við þá sem að búa á þessum svæðum. Þess að þessi svæði þurfa alltaf að fara í kynningu í héraði og þá væntanlega gefst tækifæri til samtals. En ég svo sem kann ekki skýringar á því af hverju samtalið ekki haft í upphafi ferilsins. Eins langar maður að vita hvað felst í þessu framkvæmda áætlunum náttúruminjaskrá. Já, ég náttúrulega skýrði í rauninni ekkert uppbyggingu náttúruminjaskrár og hún náttúrulega byggð upp svo sem að mismunandi hlutum. Í A-hlutanum í rauninni skráin þá yfir friðlýstu svæðin og svæði sem njóta verndar. En framkvæmda áætlun hún kallast í rauninni B-hluti og það það áætlun til 5 ára sem Náttúrufræðistofnunin beðin að leggja til svæði á áætlunina og svo velur ráðuneyti þau svæði sem að verða sett í forgang friðlýsingu og friðun á næstu 5 árum. Hafa landeigendur eitthvað þetta að segja eða? Já, væntanlega þá í kynningaferlinu, en það ekki hafið ennþá. Það ennþá í gangi undirbúningur að þessu kynningaferli, en það skylda Umhverfisstofnunar að kynna svæðin í héraði áður en að þetta fer lengra. Í rauninni þetta ennþá bara tillögur stofnunarinnar og þær eru bara í greiningu hjá Umhverfisstofnun. Þetta alltaf hægt ferli og ég tala nú kannski ekki þegar að hálft landið lagt fram í tillögum, því þetta alltaf geysi miklar tillögur sem voru lagðar fram núna. Já, takk fyrir. Fyrirgefðu, má ég bæta inn í aðeins með þetta. Ingibjörg heiti ég og starfa hjá Umhverfisstofnun og ég einmitt með þetta verkefni tillögur Náttúrufræðistofnunar af framkvæmdaáætlun náttúruminjaskrár. Mér langar bara fyrst og fremst að spyrja að þessu og þetta mjög góð spurning og gott að þetta komið fram. Staðan á verkefninu svo að, eins og Olga sagði, að Náttúrufræðistofnun búin að leggja til svæði á náttúruminjaskrá eða framkvæmdaáætlunina og svo felur ráðherra Umhverfisstofnun að meta nauðsynlegar verndaráðstafanir á svæðunum sem eru lögð til og kostnaðarmeta þær. Og það í rauninni svo vinna sem í gangi núna hjá Umhverfisstofnun og í kjölfarið svo kynning sem var fyrirhuguð núna á vormánuðum og við erum að sjá hvað verður hægt að gera í ljósi ástandsins. Það verið að fara svona endurmeta það. Og líka eins og Olga sagði þetta á allt að fara í kynningu og Umhverfisstofnun ber að hafa samband við alla landeigendur og upplýsa kynningaferlið og svo fyrirhugað að hafa kynningarfundi í héraði. Þar sem að við viljum fá upplýsingar frá landeigendum og sveitarfélögum og staðkunnugum vegna þess að þetta mat á nauðsynlegum verndaráðstöfunum það í rauninni bara hvaða tæki eru hægt að nota á þessu svæði sem eru í náttúruverndarlögum, hvaða verndaráðstafanir náttúruverndarlaga getum við notað þarna og svo hvað kosta verndaráðstafanir og þá verið að tala innviði. Og hvers konar innviði, þarf stýringu, þarf ekki stýringu, gæti þurft að gera samninga við landeigendur og fleira því um líkt. Þannig að þetta mjög
stórt og víðtækt mat og við sem þekkjum kannski svæðin ekki vel og við verðum að fá aðstoð frá heimamönnum sem svo náttúrulega vissulega lögbundið að hafa að upplýsa landeigendur þannig að þetta allt í vinnslu núna hjá Umhverfisstofnun og svo þegar þetta allt ferli búið, mat- og nauðsynleg verndaráðstöfun og kostnað við það og kynningarferlið, þetta á að vera í opinberri kynningu í 8 vikur og þá vísar Umhverfisstofnun tillögum til ráðherra sem þarf svo að leggja þetta. Ég að fara með þetta í stuttu lýsinguna á ferlinu, þetta svolítið flókið ferli, en svo þarf Alþingi að samþykkja framkvæmdaáætlunina, þannig að þetta þá svæði sem Alþingi samþykkir að fara í friðlýsingarferli eða verði í forgangi í friðlýsingum til 5 ára. Þannig ef þið hafið eitthvað frekari spurningar þá ykkur alveg velkomið að hafa samband við mig. Takk. Og takk fyrir þetta, Ingibjörg, þetta var mjög gott innlegg. Mikilvægt líka hvað maður að gera til að forðast smit. Fundurinn búinn? Nei, búinn eitthvað. Það allir verið að kveikja á upplýsingaþættinu. Já. Það svo fyndið hérna að netið seinustu 4 daga alltaf búið að detta út 5 mínútur í 2. Já, þá fyrir þetta. En við erum búin að fara vel yfir og ég að við séum nú svona ef það einhver sem brennur með einhverja spurningu þá voru hann að gefa sér fram en það komið það fólk búin að bjóða sér fram sem sérfræðinga og fara með bændum Ég held að sé bara ráð að auglýsa vistgerðargöngu í sumar. Þetta verður bara magnað. Samkomubanni verður aflétt. Já, þá saminustu við öll í bænda- og vistgerðargöngur með heimafólki og sérfræðingum og það yrði bara gaman. Þetta bara frábært. En ég vil bara þakka ykkur fyrir þennan að mæta og ykkur Olga og Sunna fyrir frábæra. Já, takk fyrir okkur. Frábæra fyrirlestra og við sjáumst bara, það verður bara komið sumar þegar við sjáumst næst. Já, byrja á rétt. Þannig að bara takk fyrir kærlega og farið vel inn í sumarið. Verðið sæl. Takk.